Við höfum reglulega sagt frá einu stærsta vinnustað á Íslandi og langstærsta á Suðurnesjum, flugstöð Leifs Eiríkssonar. Stærsta deildin í stöðinni flugverndin eða öryggisleitin en þar fara 3 milljónir brottfarar farþega í gegn á þessu ári sem þrefalt meira en árið 2013. Heildarfjöldi farþega flugstöðinni Keflavík á þessu ári verður 10 milljónir farþega. Þá voru komufarþegar og svokallaðir transferfarþegar taldir með. Í flugverndardeild Isavia starfa á bilinu 360 til 550 manns, mest yfir summamánuðina, en flesti þeirra koma frá Suðurnesjum. Þröstur, við erum hérna í öryggisleitinni, í flugstöðinni, eitthvað sem allir ferðalangar upplifa og misvel. En hvernig hafið þið náð að tækla þetta svona á undanförnum árum? Okkur hefur gengið það held ég nokkuð vel, Palli. Við fórum á stað 2014. Þá fórum við í masterplanvinnu fyrir Keflavíkurflugvöll, gerðum farþegaspá og við sáum strax þá, 2014-2015, að flugvöllurinn myndi ekki annað þeim fjölda farþegar sem fyrirsjáanlegur var að virði og sérstaklega ekki í flugstöðinni. Og þá fórum við í tilteknar aðgerðir, við kynntum metnaðarfull byggingaráform sem ennþá í fullu gildi og við höfum byggt heilmikið síðan. Eftir sem áður, það sáum við að það myndi ekki duga. Við yrðum að gera eitthvað meira til þess að ráða við þessa farþegaaukningu. Það sem við hugsunin var svolítið hver eru grunngildin okkar í rekstri flugvallar og það myndi ég segja að það er öryggi, alveg númer 1, 2 og 3. Það er öryggi í flugleiðsögunni, þegar þú kemur hérna inn til vallarins, það er öryggi út af flugvellinum, út af flugvallarsvæðinu og svo öryggi hérna inn í flugstöðinni. Flugverndin hér er auðvitað lykillinn að örygginu inn í flugstöðinni. Hérna er það sem allir fara og við skulum halda örygginu örugglega ásættanlegu. Við megum ekki gefa neitt eftir þar. Þannig að það sem áskorunin var svo, við höldum fullnægjandi öryggi en aukum flæðið og hraðan í gegn. Og þá gerðum við það, við vissum að við yrðum að ráða fullt af fólki sem við svo fórum í og gerðum og okkur hefur gengið það mjög og við fengið til okkar afgras starfskraft. En við jukum líka þjálfunina hjá því fólki. Þannig að öll þjálfunaprógramin okkar voru tekin upp. Við fjölguðum starfsþjálfurum, fjölguðum í þjálfunateimunum okkar. Við tókum gæðakerfið okkar algjörlega í gegn, skrifuðum alla verkferla nánast upp á nýtt og mikil vinna hefur verið unnin í því. Þannig að gæðin yrðu alltaf eins og við vildum hafa þeim. Samhliða því, þá förum við í þessu breytingar á línunum sem eru hérna, sem voru til þess fallnar að auka flæðið í gegn. Það var smá gagnrýni á hraðan á þjónustunni á tímabili. Já, það var það og ég vil segja að sumarið 2015 reyndist okkur mjög erfitt. En þá vorum við líka ganga í gegnum ákveðnar breytingar. Þá vorum við innleiða þessar 9 línur sem eru hér. Vorum ekki búin að ná, maður þarf svona að læra að skríða og svo að labba og svo að hlaupa. Núna erum við farin að hlaupa, þá vorum við svolítið að skríða. Og það voru eins og gengur að gerist í innleiðingu nýrra tæknikerfa, það voru alltaf einhverjum svona böggar. Og það var auðvitað ekki skemmtilegt, mætti auðvitað mikið á starfsfólkinu hér. Við vorum líka á svipuðum tíma, vorum búin að ganga í gegnum mikla breytingu og vorum hérna á verslunarstaðunum og það sem var mikið rask. Og það er erfitt í raun og veru að halda daglegri starfsemi gangandi, verandi í framkvæmdum í leiðinni. Án þess að það bitnist á í raun og veru ferðalagi farþegans. Það gekk held ég ágætlega, en það reyndi þetta mest á starfsfólki okkar. Starfsfólki okkar stóð í þessu allan daginn. Og stóð sig frábærlega og mikið hróskilið fyrir raun og veru hvernig að tækla þessu erfiðu tíma. Talandi starfsfólki, hvað þetta mannfrek deild? Þetta er raun og veru fjölmennasta deild Isavia í fjölda starfsmanna og við erum með rétt 350 starfsmenn í deildinni í ársverkum og hún hefur farið, það fjölgaði þarna 2013, 14 og 15 og 16 en síðan hefur hún staðið í stað þrátt fyrir að fjölgun ferðamanna hafi verið og fjöldi farþega hafi líka aukist og það er auðvitað þá að þakka því að það er komin þessi sjálfvirkni sem hjálpar okkur svo mikið og við sjáum það raun og veru víðar hérna í flugstöðinni og þar sem við höfum sett sjálfvirkni til þess að hjálpa okkur. Þess að það að fjölga starfsmönnum, það ekki endilega leysir ekki öll vandamál en það ef við getum fært farþegunum verkfæri til þess að afgreiða þessu sjálfvirkni, það skilar okkur mest á árangri í því. Hvernig það gengið? Nú farþegar á öllum aldri og hvernig að fara með þessa sjálfvirkni allt frá því að innrita töskuna sjálfur í að fara í gegnum landamæra?
Það gengur auðvitað misvel fyrir bara einstaklinga að tilengja sér tæknina. En við Íslendingar eru náttúrulega ferðaglöð. Við ferðumst mikið og við erum fljóta til einhverja þessar nýjungar af því við erum alltaf að fara hérna og við notum þessa tækni. Við sjáum hún svo fljótleg fyrir okkur. Og förum hérna og við innritum okkur heima, erum með brottfararspjaldi í símanum, förum hérna niður í kíoskana, prentum sjálf út hérna töskumiðan, setjum hann á, förum og hendum töskunni frá okkur og svo erum við komin hérna upp í öryggisleitina, förum hér í gegn tiltölulega mjög hratt, förum síðan inn, jafnvel ef við erum að fara út fyrir Schengensvæðið, þá förum við í sjálfvirk landamærin, skönnum brottfararspjaldið okkar þar, löpum áfram, erum ekki endilega búin að tala við neitt nema þetta góða fólk sem vinnur hér, sem svona klappar okkur og veitir okkur öryggistilfinningu á ferðalaginu. En þegar við erum komin upp á lag með þetta, þá erum við svo fljót sem ferðamenn að komast í gegnum. Og margar flugstaðar auðvitað eru, myndi ég segja, jafnvel eftirbátur okkar í þessu, en þeir sem eru komnir lengst, þeir eru nánast með mannlausar innritunarstaðar, með mannlausa innritunarsalir. Og það er eitthvað sem ég held að við munum sjá smátt og smátt gerast í raun og allan flugvöllum. Bara eitt sem ég minntist ekki á áðan varðandi starfsfólki. Hvernig hefur ykkur gengið að manna þetta í svona aukinni þenslu almennt á landinu? Okkur hefur gengið það býsna vel og ég er auðvitað mjög ánægður og hamingjusamur með að það skuli vera þannig. Við fáum til okkar umsóknir í raun og veru ekki bara hérna á Suðurnesjum heldur, við fáum umsækjendur frá höfuðborgarsvæðinu og hérna í sumar voru fjölmargir starfsmenn sem voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu, skólafólk og yngra fólk sérstaklega. Við auðvitað bjóðum upp á rútuferðir frá höfuðborgarsvæðinu og fólk nýtir þá þjónustu, þetta er gott, margir keyra saman, en svo er auðvitað líka fullt af fólki sem er búsett hérna á Suðurnesjum sem vinnur hér í 60% starfi, 30% starfi, 100% starfi og lítur auðvitað það sem ákveðið kost að geta farið í svona skert starf því það getur hentað fjölskylduástæðum. Jæja, við erum komin hérna í vopnaleitina og það hefur aldeilis verið þróun hérna í þessu á undanförnum árum. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessum tækjabúnaði? Já, við höfum verið að einbeita okkur meira því að gera þetta sjálfvirkara fyrir farþegana, þannig að þeir geti hjálpað sér meira sjálfir og fleiri geti verið hérna í einu að undirbúa sig. Við vorum áður með þannig að það var bara einn farþegi í einu sem gæti undirbúið sig, en núna er alltaf 3 sem geta undirbúið sig í einu og það þýðir raun og veru fyrir okkur að við fáum betri nýtingu út úr okkar starfsfólki og betri nýtingu úr búnaðinum okkar og jafnvel að farþeginn upplifi meiri og betri þjónustu. Hann getur meira gert sjálfur. Þetta er svolítið svona pínuð þrúgandi stund oft upplifir maður, já, og hefur séð marga upplifa það, fara hér í gegn og jafnvel verið svona þreifa á fólki og svona. Er eitthvað breyting í þessu? Það er sjálfsagt ekki stór breyting á þessu. Það sem við erum að einbeita okkur að er þjónustan og reyna að gera þetta þannig að farþeginn sé hvað sáttastur og hvað ánægðastur með okkur, ánægð með þessar upplifun og sjáum það að við ferum okkur saman við aðra flugvelli, þá erum við að ná góðum árangur þar. Þannig að nei, það er ekki mikla breytingar, en við erum alltaf að horfa náttúrulega í tæknilegar lausnir, hvað við getum gert með búnaði til þess að gera þetta einfaldara fyrir farþega og það hefur við gert að hluta til hér með því að einfalda ferlið og við erum einnig náttúrulega að horfa til frekari breytinga þar, hvað við getum gert frekar til þess að gera þennan hluta ferðalaginu betri. Já. Ég held að svona flestir ferðalangar séu bara ánægðir að þetta gangi nú hratt fyrir sig, þeir hljóta að þurfa að pæla í því. Hraðanum. Já, númer 1 er náttúrulega öryggið. Við erum ekki alveg að pæla eins mikið í því, meira pæla í hraðanum. Já, en það er náttúrulega númer 1 öryggið, en auðvitað skiptir líka máli, því að það er heldur ekki gott ef fólk hérna er fast hérna og býður og það verður jafnvel bara örvendinga fullt að ná ekki fluginu sinni ef þetta gengur ekki vel fyrir sig. Þess að skiptir máli að þetta er ferli á flugvöllum sem þarf að vera mjög smúð. Skiptir okkur miklu máli. En það er eitthvað fólk í gangi að vinna hérna hjá okkur, en það er eitthvað slatti líka á bakvið tjöldinni sem maður segir. Já, við tölum oft að við séum svolítið fólki á bakvið tjöldin í flugvellinum, á flugvellinum. Við erum alltaf með fólk hér sem flestir hitta þegar þau fara í gegn og sjá, en hérna er einnig fólk á bakvið sem skoðar einmitt myndirnar sem koma úr gegnumlýsingunni hér og fara yfir það í svona öðru umhverfi þar sem hann nær að einbeita sér að þessu mikilvæga verkefni, að fara yfir hvað er í töskunum. Við erum einnig með starfsmenn sem að fara yfir farangurinn, allan innritaðan farangur, fara yfir skiminn þar. Starfsmenn sem í eftirliti hérna úti, eftirliti inn í byggingu og á fleiri stöðum. Og sömuleiðis að passa upp á allar áhafnir og starfsmenn sem fara inn. Þannig að við erum fólki á baku tjöldin. Þú sérð ekki nema hluta
þessu fólki sem í flugvendinni. Hvernig upplifir starfsfólki hjá ykkur svona viðhorf farþega? Er eitthvað munur á til dæmis Íslendingunum eða útlendingunum eða nú það orðið mjög alþjóðlegt? Já, það það og það stærstur hluti af þeim farþegum sem fara hér í gegn eru útlendingar, eru ekki Íslendingar. En Íslendingarnir eru kröfuharðir og vilja hlutinni gangi vel fyrir sig og gangi hratt og svona og vilja komast hratt og örugglega hérna í gegn hjá okkur. Þannig að ég myndi segja að Íslendingarnir væru kröfuharðir, ég segi ekki erfiðir, en þeir geta verið kröfuharðir að passa upp á að við séum ekki hvergi að stoppa. En þannig að þetta gengur almennt bara mjög vel en við sjáum ef að hlutinni ganga ekki vel og fólk lendir í mikilli bið hjá okkur að þá það fljótt að bitna svolítið á starfsfólkinu okkar. Fólk svona verður stressaðara og maður sér svona breytingu á skapinu á fólki þegar það lendir í bið. Ekki á næstu árum, áratug, verður þetta ekki bara þannig að maður labba bara í gegn ekkert fólk og ekkert mál? Þróunin náttúrulega svolítið í þessa vegu að auka notkun á tæknilegum lausnum, alls konar sjálfvirkni, alls konar betri greiningu í tækjum og upplýsingum. Þannig að hver veit hvað gerist en að minnstakosti sjáum við ekki það fyrir eins og staðan er núna. En við sjáum það samt að það að koma meiri búnaður sem að hjálpa töluvert mikið að gera þetta ferðalag þægilegra gegnum öryggisleitina en á sama tíma að tryggja öryggið. Flugstöðin hefur haldið áfram að stækka og mun gera áfram. Innan tíðar verður greint frá stórum stækkunarframkvæmdum. Nýir aðilar hafa bæst við í verslun og þjónustu og í desember verður nýr áfangi til að farþegar koma í fyrsta skipti beint frá Indlandi. Það verður ný áskorun fyrir starfsmenn í flugstöðinni en farþegar frá Indlandi munu þurfa meiri þjónustu og aðstoð í ýmsu formi.